Já, komið sæl og verið velkomin í 7. þáttinn í 16 liða úrslitum. Það alveg að vera búið, 16 úrslitin, það bara einn þáttur eftir þetta. Þá komumstu að því núna í dag hver 7. maðurinn verður sem að fer í 8 liða úrslitin. En ég búinn að fá til mín hérna 2 frábæra gesti, keppendur. Það stjörnuleikmaðurinn, Chelsea maðurinn sem að sér hérna á treyjunni, Alex Þór Hauksson, verður velkomin. Kæra þakkir. Við kannski færum mikrofónin hérna alveg undir þið hérna. Og keppandinn hans móti honum í dag Rafnkell Freyr Ágústsson úr Dóttir fútból. Verður velkomin. Takk fyrir, mikil press á mig núna. Ég náttúrulega dett út í 16 leið fyrra. Móti reynda Davíð Atla sem fór í úrslitinni. Ég var að vonast að hann myndi vinna en svo sem ég og Ragnar bara orðin fínir félagar Davíð, ég geti samklast honum. Já, einmitt. Já, þú ert einn af aðeins 2 keppandum sem að svona kemur aftur. Já. Eftir síðustu, þú hlóðast fyrir 4-3 síðast. Fékkst félagaskipti og fékkst á komandur. Ég var á báðum stöðum en nú ég hættur þar með, hættur þar með íþróttavikuna og þá var ég bara hætt að velja maður einu stað sko. Einmitt. Þannig að, já, ef þú vinnur ekki núna þá bara farið ekkert aftur. Já, verður bara brjálaður líka. Fótboltanördin spilaður í 6 liðum. Þá byrjum alltaf á hraðaspurningum, förum svo í ferilinn, byrjunarlið, almenn kunnátta, tölfræðin og síðasti séns. Og ég útskýri allt betur þegar við komum að því. Við ætlum að byrja auðvitað í hraðaspurningum þar sem að báðir fá sömu 10 spurningunar á 60 sekúndum. Kjelli, þú nær hurðinni, þú má bjóða þér að víkja á meðan Alex byrjar. Alex, ert þú tilbúin? Hvað það? Þetta eru 10 spurningar á 60 sekúndum. Tilbúin? Tæma hugan. Klár. Þá byrjum við núna. Hvaða lönd halda HM 2026? Það Bandaríkin og Mexíkó. Rangt. Hvaða fyrirtæki framleiðir Treyjur Lille? Adidas. Rangt. Hver yngstur Íslendinga til að spila A-landsleik? Daniel Tristan. Rangt. Stadio Friuli heimavöllur hvaða sería A-liðs á Ítalíu? Napoli. Rangt. Hvaða ár var liðum ensku úrvalsdeildarinnar fækkað úr 22 í 20? 94. Rangt. Efstu deild karla í Svíþjóð kölluð? Allsvenskan. Rétt. Hvaða félag keyptu fjárfestar undir forystu Eggerts Magnússonar og Björgólfs Guðmundssonar árið 2006? Pass. Hvaðan á landinu félagið Efling? Akureyri. Rangt. Norrland. Hver var fyrsti karlmaðurinn til þess að fara yfir 100 leiki hjá íslenska landsliðinu? Rúnar Kristins. Rétt. Og lokað spurningin, hver var síðasti Bretinn til þess að þjálfa aðalið Manchester United áður en Darren Fletcher tók við? Það hefur verið David Moyes. Það rangt. En 2 stig úr hraðspurningunum. Þetta hefði getað farið betur en Já. það nóg eftir. Sjáum bara núna hvað Keli tekur úr þessu. Kannski þetta bara erfiðar hraðspurningar. Það aldrei að vita. Já, Keli, ert þú tilbúin? Ég klár. Þá byrjum við núna. Hvaða lönd halda HM 2026? Pass. Hvaða fyrirtæki framleiðir Treyjur Lille? Pass. Hver yngstur Íslendinga til að spila A-landsleik? Yngstur A-landsleik. Eiður Smári. Rangt. Stadio Friuli heimavöllur hvaða sería A-liðs á Ítalíu? Pass. Hvaða ár var liðum ensku úrvalsdeildarinnar fækkað úr 22 í 20? 92. Rangt. Efsta deild karla í Svíþjóð kölluð? Allsvenskan. Rétt. Hvaða félag keyptu fjárfestar undir forystu Eggerts Guðmundssonar og Björgólfs Guðmundssonar árið 2006? Þeir hétu... Hvað hét félagið? Já, knattspyrnufélag. Já, það West Ham. Ég held að vera með félagið sem að keypti á. Hvaðan á landinu félagið Efling? Efling Reykjavík. Rangt. Hver var fyrsti karlmaðurinn til að fara yfir 100 leiki hjá íslenska landsliðinu? 100 leiki, það Rúnar Kristins. Rétt. Og hver var síðasti Bretinn til þess að þjálfa aðalið Manchester United áður en Darren Fletcher tók við? Þetta lokað spurningin í hraðspurningum og Breti. Búin, já. Darren Fletcher, Ryan Giggs.
Það er rámt. Herðu, það er Herrik, jafnt, mjög jafnt eftir hraðspurningar 3-2. Það var erfiðar hraðspurningar. Erfiðar hraðspurningar greinilega. Já, maður var nappar í þessari Eggert Magnússon spurningu. Ég var þessum félagi sem keypti félagið. Já, bara hugsa um eitthvað, þú veist. Hún gaf smá tíma. Local capital Nei, þetta var nú ekki alveg svo djúpt sko. Nei. Já, herðu, við skulum þá fara yfir það sem kom ekki. Já, bara fínt, það sé frekar jafnt eftir hraðspurningar. Löndir sem halda HM 2006. Alex, þú varst svo náldi að vera með þetta. Það vantaði Mexíkó. Það vantaði Mexíkó. Þetta er Bandaríkin, Kanada og Mexíkó. Ég var svo 98 inn, ég var náttúrulega litið þetta sko. Steiktur sko. New Balance sem Það er eru HM. HM. Já, ég hugsaði EM, þess vegna fór þetta allt í kerfið á mér sko. Já, ég skilji. New Balance, framleiði treyjuna hjá Lille. Siggi Jóns, hann er yngstu til að spila annarsleik fyrir Ísland. Út í Nesi á þennan völl, Stadio fyrir júli. Alex, þú varst aftur mjög nálægt með liðin í ensku úrslitinu fækka. Það var 95. Alex það er 94. Nálægt er ekki nóg. Nei. Eftir deildir í Svíþjóður auðvitað, Allsvenskan og West Ham er þannig að liðið sem þeir keyptu Íslendingarnir. Efling er í Laugum í Reykjadal. Ég bjóst ekkert endilega við því að fá þetta svar sko, en það þarf að vera eitthvað svona mjög erfitt í þessu. Rúnar Kristins, hann var fyrstu til að fara í 100 landsleiki og hann var Michael Carrick sem Var það Michael Carrick, já. sem var síðastur á undan Fletcher. Þetta var Þetta var trikk. En var Moisarinn Nei, sjá væntanlega Giggs ábúklast. Var það Giggs? Já. Giggs og Carrick, já. Svona ef við tölum breytum. Svo ruglast maður hérna fyrir að hugsa þú veist, ekki interim heldur bara maður að taka við, sko. Nei, mitt. Já, nákvæmlega. En það er bara, þú veist, 3-2, það er bara skemmtilegt. Já, bara fínt. Það var alltaf cirka á pari. Ég var eina sem ég var úrvannst til að þú væri ekki bara með 9 stig eða eitthvað og það er þungt. Herðu, þá bara förum við beint yfir í ferilinn. All right. Ferillinn virkar þannig að ég þyl upp hérna tímabil, lið, leiki og mörk sem ykkur ákveðin leikmaður hefur verið hjá félagi og gefa ykkur 1 félag í einu þar sem að þið getið fengið í fyrsta stigi 5 stig, svo 4 og svo 3 og svo 2 og svo 1. 1 gisk á hvert lið og þetta eru bjöllurspurningar þannig að þeir eru með þessar frábæru bjöllur hérna fyrir framan ykkur. Ljóði í þessu, ja. Já, þetta er Þar að þið kreisti bara eins fast og þið getið. okay. Byrjum bara á fyrsta leikmanni þar sem hann var 2016 til 2018 hjá Wehen Wiesbaden og spilaði 4 leiki og skoraði ekki. Byrjum erfitt. Ég er ekki með þetta. Segjum bara giska. Já, bara ef þú vilt. Það má líka alltaf passa en gaman að koma í gisk. Já, giska bara á Matthías de Ligt. Það er ekki létt. Já, hvorki létt nei rétt. Þá förum við í næsta fyrir 4 stig. Það er 2018 til 2021 og spila hann fyrir Mainz 2 sem sagt B-lið Mainz 52 leiki og skorar 3 mörk. Voltumati. Það er rámt en skemmtilegt. Þetta er að fá mörk líka. Aldrei að vita, svo hann hefur byrjað hægt eða eitthvað. Florian Wirtz. Það er rámt. Förum við 3 stiga vísbendinguna og það er 2021 til 2023 spilar hann fyrir Dynamo Dresden 52 leiki og skorar 1 mark. Ég er ekkert að gera þetta auðvelt fyrir ykkur. Þetta ég segi bara Jonathan Tah. Það er rámt. Nico Slotterback. Það er eina rámt. Förum við í 2 stiga vísbendinguna. Þeir eru, sko, þetta kemur ekkert óvart, sko, að þetta sé ekki komið, sko. 2023 til 2025 AGF Aarhus 19 leikir, 0 mörk. Ok, þetta er eitthvað svona dæmi. AGF, já. Hvað segir 2020? Þetta er 23 til 25. Já. Ég ætla bara að gíska. Það er Alex. Það var í AGF hérna sem er í KR núna, Akoto. Og það er rétt. Vel gert. Michael Okoto er rétt svar. Var að leita einhverjum í bestildinni. Já, þetta var trikki, sko, að vera svona lengi í Þýskalandi og fara síðan. Já, vel gert að ná þessu áður en að KR kom, sko. Það er mjög vel gert. Michael Okoto rétt svar. En hann hérna, það þarf að fara að skrá hérna
leikinn hans og mörkin hans á Wikipedia það sem ég tek alltaf gögnin þaðan sko. Það er ennþá bara 0-0 sko. Ég vissi ekki að það er svo marga leiki í Mainz. Varaliði Mainz sko. Já, varaliði Mainz, já. Býtu, hvaðan er hann aftur? Sko, með við þetta, þá hlýtur hann að vera þjóðveri. Já, nákvæmlega. Já. Eða uppalinn har skilur hann, er frá okkur öðru landi. Já, förum þá í feril nummer 2. Það er aldrei að vita nema þetta komið kannski annars fyrir. Og ég ætla að byrja á að gefa ykkur tvennt af því að fyrsta er bara varalið. Fyrir 5 stig, 2006-2007, þá er hann í varaliði Borussia Mönchengladbach, spilar 16 leiki og skorar 3 mörk. Og svo 2007-2009, þá spilar hann fyrir aðalið Borussia Mönchengladbach 68 leiki og skorar 8 mörk. Sorry, hvort það er ekki Dortmund og svo... Þetta er Mönchengladbach bæði. Varalið og aðalið. Það er Alex. Er þetta... Nei, þetta er ekki hann. Segir bara... Sveinstakar. Það er rangt. Derek Rúrs þýska liði. Ég ætla að fara í... Má ég sjá... Andri Sjörli. Það er rangt. Fyrir við í 4. stiga vísbendinguna. Það er frá 2009 til 2012 þar sem hann spila fyrir Werder Bremen og spilar 80. Þetta er Alex. Er þetta Mesut Özil? Það er rangt. Ég var með það líka sko, þá gefur mér eitthvað. Já, hann spilar 87 leiki og skorar 8 mörk. 87 leiki, 8 mörk. Ég held að Özil var ekki í Gladbach. Var nokkuð? Nei. Hann var í Bremen. Já. Já, ég skilja hann eftir, Eftir í Bremen. 87 leiki, 8 mörk. Já. Þeir voru nokkur kongarinn í Bremen á stíma sko. Ég held að segja pass bara, ég er alveg týndur. Já, allt er góðu. Þá förum við í 3. stiga. 2012-2016 Chelsea, 6 leikir, 1 mark. Chelsea, 6 leikir, 1 mark. 2012-2016. Við vitna til þess Kelly þegar við stóðum inn á frammi. Ég var búin að gleyma því að hann var í Chelsea maður. Meiðsla hrúa, augljóslega. Ég er ekki með betra gísk. Þetta sé Robert Huth. Það er ránt. Það er engin lánan inn í. Já, mér Segir ekkert það. Það getur bara komið næst. Já, meinar. Já, hérna, ég er bara að passa á þetta, ég er ekki með það. Herðu, þá ætla ég að gefa ykkur tvennt í 2 stiga vísbendinguna. Því þetta eru 2 lán. Já, Chelsea voru frægi fyrir það sem Það er 2013-2014 fyrir hann til Sevilla á láni og spilar 18 leiki og skorar ekki. 2014-2015 fyrir hann til Fiorentina á láni og hann bara spilar ekki. Hvað kongur er þetta? Þetta er einhver erfiðast ferill sem ég heyrt nema og kemur ekki með þetta og er maður bara eitthvað Já, veit. Ég held að gæti verið það þannig sko. Hétt áttur. Það er- Marko Van Ginkel eða eitthvað? Það er ekki rétt. Nei. Heitir hann það? Hann fangir gjörlega. Hann var í Vitesse og PSV. Já, hann var meir í Hollandi tók eitthvað í lán. lánunum sko. En hann var í einhver 10 ára eða eitthvað í Chelsea og spilaði það bil 6 leiki og skoraði 1 mark eða eitthvað. Já, þetta var ekki eitthvað hendilega heimskulegt. Nei. Ég er bara pass sko. Þú ert bara pass. Herðu, þá fyrir við bara í 1 stiga og það er það mikið eftir að ég ætla bara að þylja upp restina og þið megi bara hendast inn ef að þið vitið og fá 1 stig. Það er 2015. Þá fer hann á lán til Anderlecht og spila 6 leiki en skorar ekki. 2015-16 þá fer hann á lán til Trabzonspor, spila 24 leiki og skora 2 mörk. Svo fær hann félagsskipti frá Chelsea 2016-2018 til Olympiakos þar sem hann spila 37 leiki og skora 11 mörk. 2018-2020 þá var hann í Red Star Belgrad, þar spila hann 34 leiki og skora 9 mörk. 2020-2021 er hann í Al-Ali, spilar 18 leiki og skorar 1 mark. 21 fyrir hann á lán til Al-Rayed, spilar 10 leiki og hann endar ferilinn sinn 21-22 hjá Ferencváros þar sem hann spilar 17 leiki og skorar 2 mörk.
Þetta Er þetta gæðin sem kvartaður að Chelsea er allt fyrirlands? Ég held að séu fleiri en Það einn eru sem hafa nokkuð gert það, margir. Já. Hvað heit hann? Franco Di Santo? Nei. Jú, það er bara hann. Hann var í Werder Bremen eins og og hann var í Chelsea en þetta er ekki hann. Hann fór alltaf inn á raðinn og það setna meir. Já. Hann var glataður strækir. Þetta sé ekki ykkur miðjumæður. Ég ætla ekki að ljúga, sko. Ég held að ég sé bara ekki með hann að gaur, sko. Nei. Maður fer hérna... Kottu með hann? Maður fer Sárakottan í kvöld. Bara komum við hann út. Já, kottu bara með hann. Þetta er eins og hann var kallaður á sín tíma þýski Messi, Marco Marin. Já, Marco Marin. Ég man alveg eftir ég er aldrei ná hann. Nei, þetta er svona... Ég keypti hann í Football Manager stundum. Já, náttúrulega svakalegt wonderkid sem að gat síðan ekki neitt. Vá. Já. Þetta var alvöru púl hjá þér að vera í hennar. Þetta var deep cut. Respekt. Herðu, þá förum við bara í síðasta fyrirlinn og sjáum hvort hann komi. 2012-2015 það er Liverpool 14 leikir, 0 mörg. Jú, ég kannski myndi það. Ég var búin að það er svolítið sín að skrifa þetta, þannig að ég kannski var búin að dreifu svo jafnt. 12-15. Já, Liverpool spilaði 14 leiki. Það er Alex fyrir 5 stík. John Flanagan. Það er ránt. Kóngurinn. Jay Spearing. Það er ránt. Fyrir 4 stík, 2013-2014, þá fer hann til mínsliðs í spænsku deildinni á láni. Almería, 33 leikir, 3 mörg. Hvað það er 2015 til? 2013-14. Já. Þá fer hann á lán til Almería, spilar 33 leiki og skorar 3 mörg. Það er Alex. Er það Jordan Ibe? Það er rangt. Næsti Störling. Hann var ógeðislega flottur í einhverjum bikaleik þegar Störling var nýfarinn. Já, ég muni eftir leiknum. Hann var drilla mennan á kantinum, hægri kanti. Já. Munum við kannski eftir að þetta var á móti Chelsea eða eitthvað. Já, Mankíló, það er ekki rétt. Þá er það fyrir 3 stík. 2015 til 2020 AC Milan, 126 leikir, 21 mark. 2015 til 20. Já. Þetta er Kelly. Suso er rétt svar. Suso. Hann að koma. Það var smá villandi að hann byrjaði í Liverpool. Já. Þetta er við að spáður í. Vel gert. Já, þetta var mjög gott. Hugsaði þeirra og særi Almería þá, þú veist, hugsaði þeirra á lánaðan tilbaki í heimalandið. Já, einmitt. Nei, og svo var hann í Genoa og Sevilla og hann er núna í Cadiz. En hann er fít maður. Ég vissi ekki hann að vera í Liverpool. Það er bolt í honum. Ég veit ekki hana. Nei, einmitt, þetta er svona já, hann var bara keyptur ungur í unglingastarfið svona. En það er Liverpool orgu mikið að spána svona Benítez og eftir Benítez. Já, nákvæmlega. Herðu, það er bara mjög jafnt eftir fyrirlinn. Staðan er 6-4 fyrir Kjela þegar við förum í byrjunarlið. Byrjunarliðið virka þannig að þetta er svona eins og þú þekki væntanlega vel Kelly, svona El Grande style. Nefnum bara hvað þetta er alltaf eitthvað byrjunarlið sem spila einhvern leik og þið skiptist á bara að nefna einn leikmann og fáið 11 skipti samanlagt. Eina sem er öðruvísi í El Grande, ef þú svarar vitlaust þá ert ekki úr leik, þú fara að halda áfram. Það er bara 11 total gisk á ykkur saman og svo gerir þetta tvisvar svo að sé jafnt. Alex, þú ert undir. Þannig ég ætla ekki að lega þeirri byrja. Ég ætla að þeirra byrja næst. Þar sem þú ert undir, þar sem ég ætla að gefa þeir næsta lið, þar sem að, það gefur þér mjög meira forskott. Keli, þú ætlar að fá að byrja fyrsta liðinu. Það sem að þú ætlar að byrja að nefna leikmenn sem spyrjuðu fyrir Arsenal í leik sem er oft kallar Battle of the Buffet. Þetta er gegn Manchester United, 2-0 tap 2004. Þetta er leikur sem endaði 49 leikja taplausa hreinuna hjá Arsenal. Algjörlega. Já. Bara gjör þess vel, nefnir einn mann. Byrja Martin Keown. Martin Keown, það er rátt. Alex. Vieira er rétt. Ashley Cole er rétt. Ljungberg. Það er rétt.
fallega borðið fram. Já, takk fyrir það. Sol Campbell. Það er rétt. Segjum bara Larsson. Það er ekki rétt. Robert Pires. Robert Pires er heldur ekki rétt. En bara Thierry Henry. Ég ætla að næst. Það er rétt. Það tók smá tíma fyrir hann að koma. Spara hann. Ég var að hugsa hvað var mikið að segja hann. Síðan Vildort. Vildort er ekki rétt. Þetta er síðasta giskið þitt, Alex. Senast gísk. Já. Þá langar mér bara að fara í Jens Lehmann, markinu. Það er rétt. Og síðasta þitt, Kelly. Síðasta mitt er ég ætla í Lehmannin sem að rugla mig smá. Ég ætla að fara í José Antonio Reyes. Blessu sér minning hans, það er rétt. Það gati ekki verið annað kantmaður þarna því ég var að nefna á Vá, ég var alveg viss að voru búin að hendi ykkur að þrjá þarna að Pírisin er réttur. Herðu, þetta var bara fínt hjá okkur. Já. Kom mikið á sig, en það sem vantaði í þetta lið, það er hægri bakvörðurinn Loren. Já, ég þorði ekki hann, ég veit ekki okkur. Hliðin á Campbell í hafsendinum var Kolo Touré. Okay. Já, ég hugsa hann þetta. Hliðin á Vieira á miðjunni er Edu. Aldrei getið hann. Nei, hann var kannski svona erfiðastur, fannst mér. Og svo hliðin á Henry frammi, það er Dennis Bergkamp. Já. Það voru fyrir að vera tveir. Já. Og þetta ekki fljúandi. Ég var farin að hugsa einhvern veginn miðjumann skilur fyrir aftan. Svo, hérna, ég vildi ekki segja neitt þá til þess að hafa ekki áhrif á leikin, en hvað Larsson ást að meina? Henrik Larsson. Já, hann var United, ekki Arsenal, sko. Það var frábært. Ég held að þú væri að tala um Sebastian. Já, ég líka. Hann var ekki úlíka ekkert í mér. Hann var alltaf langt frá þess alltaf. 4 ára Lexi var alveg með árið. Já, maður rugla bara saman, það er allt í guð. Þú ert líka svolítið yngri en ég og Kelly, held ég. Þá fyrir við hitlið og þá fyrir þú að byrja, Alex. Þú var Manchester City 6-0 sigur gegn Watford í FR bikar úrslitunum 2019. Þú mátt byrja að nefna einn mann. 2019. Ok, við hefum ekki bara að byrja á Kompany. Það er rétt. Jæja, Dúri. Jæja, hann byrjaði ekki þennan leik. Það er ótrúlegt. Nú, ok. Þá segjum við David Silva. Silva er rétt. Gael Clichy. Það er rangt. Jesus. Aguero. Það er einnig rangt. No. Og Kompany. Það er ekki búið, jú. Kompany og David Silva. Eina sem er komið. Erum við með Kolarov þarna? Nei. Er ég búinn á það? Ég er í bullinu, sko. Ég ætla að fá lokað svar bara. Ég ætla, þú mátt staðfesta. Við erum með Kyle Walker og þetta. Alveg steiktur. Kyle Walker, það er rétt. Walker, gott sjátt. Það er náttúrulega alltaf Pep Guardiola rullettan sem að fer með hann. En ég ætla að segja bara Sterling. Það er rétt. Hann gati eitthvað ennþá þannig. Ég ætla að fara á í Otamendi. Það er rangt. Já. Ok, ég ætla að segja bara Sani að vera hana. Getur það verið? Getur vel verið að hann að vera á bekknum, en hann byrjaði ekki leikinn. Ok. Kelly, síðast eitt þitt. Já, ég ætla að reyna að fara einhvern öryggan. Maður reynir það. Og þetta er rugglandi tíminn, svona 7 ára aftur. Já, það er rétt. Það er maður getur dotti í menn sem voru fyrir 10 árum, sko. Eða 5. Eða 5. Claudio Bravo í markinu. Það er rangt. Og síðasta giskið þitt. Gott þú giskar á það. Ég var á milli Bravo og svo er ég sem er líka Fernandinho á miðinni, sko. En svo langar mér líka rosalega mikið að nákvæmlega fram með þarna. Það fyrst maður töðunar á mér, sko. En ég held að ég verði að fara í Fernandinho. Það er rangt. Þú ert með lið. Herðu, ég kem með það. En ég ætla að byrja að segja að Alex, þú kom í fórustuna eftir byrjanlið. Staðan er 11-10. Alright. Vel gert. En þá náttúrulega alveg nýfjamt.
Já, það greinilegt að þetta er villandi tími svona 7 ára aftur í tíman. Það Ederson í markinu, hann er komin. Hann er komin. Þeir voru með Walker Company og vinstri hliðin á vörninni, það var Laporte og Zinchenko. Já, var hann. Hann var komin og miðjan, þar við Bernardo Silva og Ilkay Gundogan sem vantaði og það sem vantaði framlínuna það var Riyad Mahrez og Gabriel Jesus. Já, maður eiginlega svona, ég ímynda mér að þetta væri lengri síðan. Já, ég var líka ég var að hugsa bara Jesus Navas sko. Ég var í þeim tíma sko. Já, þetta er líka sko. Þannig er farin kannski ef að Riyad Mahrez sem mættur. Já, kannski. Reikna með því. Mér finnst líka bara mér finnst sitt í liðið vera svolítið svona maður ruggla því öllu svolítið saman sko. Þannig að svona tímalega sé sko. Var líka FA Cup, hann getur gert alls konar glæs. Þetta var úrslitin samt sko. Þannig að reynd vissulega mútið Watford. Já, þessina var maður svona, hann getur gert alls konar dæmi. Já. En það er bara ennþá 9-8 og bara gána því. Þá förum við í almenna kunnáttu. Þetta eru bjölluspurningar, mjög einfaldar. Þetta eru bara spurningar allt sem ekki fótbolti. Þú ætlum aðtöða það hvort að fótboltaáhuga menn og fótboltamenn vitum eitthvað annað heldur bara fótbolta. Það þarf ekkert að vera. Komst að því, það hefur verið upp og ofan hjá keppendum. Þetta myndi segja að þetta er veikleiki minn. Já. Hendur á bjöllur og ég. Já, fyrsta spurningin í almennri kunnáttu er einföld. Hvert er fjölmennasta land heims? Brasilía. Er rangt. Á Kela. Það er hálfviti. Þetta er Alex. Ég ætla að segja Indland. Það er rétt. Það er hárrétt. Okkur fór í Brasilía. Smá skot á meðhöfund minn á spurningunum sem að skrifaði rangt svar hérna. Hvað fór hann í Kína? Hann skrifaði í Kína hérna. Já, ég hef reyndar hugsað í Kína. Sem betur fyrir fact-checkaði ég það áður en að við heldum áfram. En það er reyndar nýlega búið að breytast. En spurning nr. 2 í almennri kunnáttu. Hvaða ár sökk Titanic? 1912. Rétt hjá Alex. Þetta var vel gert. Ég rakst í minn sko, ég var aldrei með þetta. Nei, þetta var virkilega vel gert. Alls ekkert allar sem myndu vera með þetta. Þriðja spurning í almennri kunnáttu. Sean Connery lék breska ofurnjósnaran James Bond á árum áður. Í hversu mörgum myndum? Þetta er Kelly. 4. Rangt. Alex. Það er bara herraðalara, fara í 5 eða 3. Ég ætla að segja bara Þristin. Kelly nær, en þetta er ekki góri nær spurning. Þetta er 7. 7, það er svona mikið. Já, hann var náttúrulega aðal Bondin. Það þurfti að vera með Bondarinn hérna sko, en hann er ekki klikkað á þessu. Nei. Fjórða spurningin í almennri kunnáttu. Hvernig reiknar þú flatarmál ferhyrnings? Það er Alex. Það er bara lengsinu breytt. Það er rétt. Þetta er koma hratt hjá þér hérna, Alex. Í 5. spurningu og loka spurningu í almennri kunnáttu þá ætla ég að spyrja, hvaða ár lentu menn á tunglinu? Þetta er Alex. Ég er ekki með þetta sko. Ég segi 1968. Það er rangt. Þá fer ég bara 1978. Það er einni rangt. Þú hefur að taka strategíun hans Alex þannig því að fara ofar eða neðar því að rétt var í 1969. Ég var að pæla í því fyrst en sjá hvað ég fara svona 10 ár. Já, það Gæla, ég var að hugsa hvort ég ætla að lega þér að gíska fyrst eða hvort ég ætla að gefa þér að ég vissi á hvað rík þetta var sko. Ég vissi alltaf muna þessa tölu sko, þetta er funny number sko. Já. Ég var að hugsa svona tilbaka og það hefði kannski verið klassist að spyrja 67 sko. Það hefði verið svolítið inn. Já. Nóg stigum í pottinum með það? Það er nóg stigum í pottinum. Staðan er 14-10 fyrir Alex. Og það eru 14 stig í pottinum. Já, flott. Já, þetta breyk. Já, það er ennþá nóg eftir. Þegar við förum samt í næst síðasta liðin sem er tölfræðin. Tölfræðin virkar þannig að ég gef ykkur spurningu sem að svarið er alltaf einhver tala. Þið skrifið niður á blaðið ykkar báðir hvað svarið ykkar er og svo sem er nær fær stigið. Þá ætla ég að spyrja. Já, hann má ekki sjá hvað ég er að skrifa þá. Nei. Lærra. Já. Keflavík á metið yfir lélegustu stigasöfnun í 12 liða efstu deild en það var sett tímabilið 2018.
hve mörg voru stigin sem Keflavík náði 2018? Er það Nei, þetta er bara, þið skrifið niður og síðan þannig bara fæ ég að sjá hjá okkur og þið segið síðan í mikrofónin. Kelly, þú ert með svar hérna. Ég er ekki að pennin er langt frá. Og Alex, hvað sagði þú? Ég sagði 11 stig. Kelly? 4 er hárrétt hjá Kela. Ég man eftir þess að þetta var svo æveinturlega lítið, sko. Stigið fyrir þangað. 4 stig. Þeir voru ekkert eðlilega lélegir, sko. Þetta var hrikalega lélegir. Þeir eruðu bara fjölskyldur svona bæjarfélaginu öll til skammar. Já, ég var að spila þetta, sko. Það var ótrúlega leikmennum. Það var rivist þetta leik fyrir manni, en... Þú hefur ábyggilega náð í 60 á mótið, sko. Já, þetta er merkilegt, sko. Já. Herðis, tölfræði spurning nummer 2. Já, svo þarf ég að byrja þetta fram. Án Kjá Tún. Þetta er sem sagt einhver maður. Skiptir ekki máli hvað hann heitir. Einhver asísku maður. Sló met árið 2000 sem stendur enn í dag. Hann varð þá yngsti markaskorarinn í FIFA viðurkenndum landsleik þegar hann skoraði fyrir Myanmar gegn Tælandi. Hversu gamall var hann? Þið megið skrifa þetta í árum og dögum en einnig bara árum ef þið viljið vera bara á nákvæm árunum. Þetta er alveg merkilegt, sko. Já. Tilbúinir? Já, þú veist, gæti verið svo mikið bull, en ég held að bara 14 ára. 14 ára, þú ert með 12 ára og 6 mánuða og stigið fyrir til Kela. Hann var 14 ára og 93 ára. Ég hugsaði bara einhvern 11-12, nei, það væri bara, það væri einhver barnaþrælkun. Já, það er kannski... Já, þetta er líka náttúrulega... Það er lítið að skrifa svarið niður, sko. Þetta er náttúrulega líka hérna landsleikur, þannig að það er svona 14 ára og 93 daga. Það varst nokkuð spot on, sko. Já. Yngsta sem ég geta ímyndið maður að geta spila. Já. Herðu, þriðja spurningin í tölfræðinni. Þá ætla ég að spyrja annan asískan mann. Kazuyoshi Miura er elsti virki atvinnumaður heims í fótbolta. En hann leikur í dag með liði Atletico Suzuka sem situr í 4. deildinni í japanska deildakerfinu. Hvað er Miura gamall? Önnur. Ég lesi þessar fréttir svo oft hjá okkur á .net, sko. Já. Ég held að segja 54 ára. 54 og Alex er 56 ára. Stigið fer til Alex. Hvað er hann gamall? 56? Hann er 58 ára gamall. Vá. Mér finnst ég að lesa þessi, já, svo mér hafði ég lesa frétt fyrir svona 7-8 árum og þá var hann 52 eða eitthvað. Já, þá náðast í. Loka spurningin tölfræðinni. Hversu marga leiki getur enskt úrvalsdeildarlið sem tekur þátt í Evrópukeppni og báðum bikarkeppnum fræðilega leikið á einu tímabili? Ég reiknaði að ég geti ekki tíma, ég falli mjög oft í starfræði 103, náði ég á endanum. Já, ég fjall í starfræði 103 í Vaffema í fyrsta ári í framhaldsskóla. Það var hins vegar ekki á einhvernum, það var á mætingu. Ég kom með svarið. Ok, og Alex. Ég var með að reikningin að það hljóta að vera upp á bara tölu, sko. Má byrja. Ég skauta aðeins mér bara 61 leikur. 60. Þannig að Alex er einum leik fyrir ofan. Það er örugglega þegar þau reikna rétt, ef það er rétt þar að segja. En hann fær stigið. En ekki með rétt svar. Svarið er 71. Já. Nei, nú þarf ég að fá. Já, býtu, ættu að taka replay með það? Ég er á mekkan á baku þetta. Er replay ennþá í Ég er Afrika? dottið út, sko. Já. Ég er alveg fyrir vissum. Þetta er þá náttúrulega bikarkeppnin sem er einhver ákveðmarkleikin og deilda bikarinn. Svo eru náttúrulega 8 leikir í meistaradeildinni. Svo ferðu í hérna. Ég klúraði þessu sjálfur, sko. Já, ég reiknaði bara hvaða leiki þú spilaði henni í úrslitakeppninni í meistaradeildinni. Já, og svo ferðu náttúrulega í playoff round og síðan í 16. Ég reiknaði ekki saman deildarleikina. Nei, einmitt. Það vantaði þannig. Ég endaði samt í 69. Já, ég var með meistaraldina, ég var ekki kláraði hvað að spila marka þarna í byggarnum, sko. Nei, en staðan er þá 16-12 þegar við förum í síðasta liðin sem er síðasti sjens. Já, og síðasti sjens virka þannig að þið fáið sikkorir eina spurningu sem er 3 stiga, 5 stiga eða 10 stiga spurning. Keli, þú ert með 12 stig og ert undir. Já, ég er í bullinu.
Þannig að ég ætla að leyfa þér að ákveða Hvað hvort sagðir ég mætti velja? 3, 5 eða 10 stiga. Ég ætla að leyfa þér að ákveða hvort þú ætlar að byrja eða ekki. Jú, ég þarf eiginlega að byrja því það er að setja pressu því annars getur hann verið búin að vinna mig og ég fer að sjálfsögðu í 10 sko. Ég ætla ekki í 5 sko, bara eitthvað að rétt komast yfir og vona klikki sko, þá getur hann farið í léttustu. All right, þá fyrir við 10. spurninguna á Kela og hún hljómar svo. Kemar Roof hefur gert garðinn frægan með liðum eins og Glasgow Rangers og Leeds á síðustu árum. Hann er uppalinn hjá West Bromwich Albion og var á mála hjá félaginu frá 2009-15. Hann lék þó aldrei mótsleik fyrir aðali félagsins en var árið 2011 lánaður frá félaginu til félags sem gaf honum fyrstu meistaraflokksleiki. En Kemar var þá 18 ára gamall. Hvaða félag var það? Andilegt. Ef þetta er rétt, þá ertu ennþá í sjens. Ef þetta er rangt, þá er Alex búinn að sigra. Og til hamingju Alex, þú ert komin áfram. Hvað lifar það? Takk ég alveg frá. Hann kom í Víking Reykjavík. Kemar Rúf, tjóður rugglaði, er ég alveg steiktur. Hefði ég aðeins pælt í þessu, ég veit alveg hver hann er sko. Já, Það þurfti að og fara það staðist svo fljótur að þér hana. helviti djúpt í póka til að ná þessu held ég. Já, ég veit, maður, þú veist, þetta er mínum tíma sko. Já, ok. Hvað veit gæðin þess að koma með honum? Það er ég ekki með. Nei. En Komu 2. einhver flottur sko. Já, Ég klúraði þessu. en Ég fór að hugsa einhvern annan gæða sko. Alex, þú komin áfram en þú færð að fá eina spurningu. Hvað viltu, svona, eina bara svona Victory Lap spurningu? Ég er fyrir 10 vantarlega, það er ekki eina vitið. Herði, þú færð þá þessa. Rivaldo átti glæstan feril hjá liðum á borðið Barcelona og AC Milan. Hann kom hins vegar víða við þegar líða fór á meistaraflokksferilinn þar sem hann spilaði til dæmis 2 ár fyrir Bunyodkor Club. En frá hvaða landi er það félag? Bunyodkor Club. Hver var þetta? Rivaldo. Þetta hugurinn er svolítið að leita annarkort til Asíu eða heima hana, Suður Ameríku. Hann er svo snemma í því hvort hann hafi verið eitthvað að leita til Asíu þá, Suður Ameríka, vildi hann ekki bara fara til, kannski með eitthvað uppruna bara til, ég veit ekki, Súrinami eða eitthvað rugl, Súrinami. Er þetta ekki Indland eða? Fínt gisk, Alex, ekki heldur rétt í því Kili. Þetta er Úsbekistan. Úsbekistan, auðvitað. Hann kíkti þangað hana í lókferð. Þetta gerði hann það. Já, eins og allir. Já, það er endalega að leita hugur hanga, Rivaldo. Það make a sense. Kemur Rúf, hvað sagður þarna? Sagður ári eitthvað? Já. Hann var að mála hjá West Brom 2015 en spilaði ekki mótsleik fyrir aðalið félagsins en var árið 2011 lánaður frá félaginu. Já. En já, Ég klúraði þess alveg hana. úrslitin eru þá ljós. Ég held að þetta var bara verið nýfjamt í fótboltaspurningum. Þetta var hnífi aftur eiginlega alla leið sko. Já, ég held að það verið. Það eru almennu sem að glöðu mér upp. Já, þú rétt náður þessu almennu. Já, maður hefur svona Byrjunarliðin voru líka sterkja. Meira langskóla gengin en ég. maður hefur smá forskot á það, maður hefur búin að vera spurningahöfundur fyrir quiz og svona, maður hefur smá reynsla af einhverjum svona spurningum. Maður bara búin að fá okkur kannu hérna í settið maður. Já, en lokatölun var 16-12. Þetta var mjög jafnt og Kelly, við sjáum því miður ekki meira þér í þessari serju. En Alex, Stjarnan fyrir áfram. Stjarnan fyrir áfram og ég bara, maður var svo kvíðinn eftir hraðaspurningar þar, ég vissi ekkert hvert þetta ætlaði að fara, sko, það var erfiðast að ræða um öllum, sko. Já, ég er samanlega. Já, það var kannski gaman að heyra frá hlustundum, þannig að hvort þetta hafi kannski verið svolítið erfið þáttir. Þetta var nefnilega, þannig að það var aðeins lægri skor í þessum þetta heldur en vanlega. Tekur mið á keppindum væntanlega. Þetta var erfið þáttur, ég get alveg að vera það, sko. Ég svara oft spurningum með Hjörvari og fleira, sko. Einmitt. En þá ætla ég bara að segja takk fyrir minnstrákar. Alex, við sjáum þig næst. Yes. Kelly, við sjáum þig bara í dokk næst. Einn daginn bara. Einn daginn. Takk sem leiðis. Takk sem leiðis. Allt þetta þrennt verð. Takk fyrir mig. Bless.